Már Gunnarsson efnilegur 13 ára strákur í Reykjanesbæ. Hann í píanónámi og semur tónlist. Hann líka í skák og í sundi. Már blindur en lætur það ekki aftra sér í daglegu lífi. Við fylgdum honum eftir í einn dag, núna fyrir skömmu. Már Gunnarsson á sér margvíslega áhugamál, en sjálfur segist hann hafa áhuga á öllu milli heimins og jarðar. Tónlist og sundíþróttin skipa sérstakan sess hjá Má, en hann þykir ansi efnilegur á báðum sviðum. Már fæddist með sjúkdóm í augnbotnum sem ber heitið Leber congenital amaurosis eða LCA. Sjúkdómurinn ólæknandi og arfgengur í karllegg. Frá 5 ára aldri hefur sjón Más hrakað mjög, en sjón hans nú talin vera 1% af því sem telst eðlileg sjón. Hann lætur það ekki aftra sér, en Már stundar sund af kappi, þeysist á kappastusbílum, teflir og semur poptónlist. Már verður 14 ára í nóvember næstkomandi, en hann býr ásamt fjölskyldu sinni í Njarðvík. Bjargey Þrúður Ingólfsdóttir píanókennari Más. Við fylgdum Má í tíma til hennar í Njarðvíkurskóla. Hæ, gaman að sjá þig. Takk. Hvað segirðu gott síðan á vortónleikunum? Flott. Já, þið voru meiri háttar. Takk. Við skulum prófa núna að skýra polítinil og aðeins upp. Prófa nú bara að renna frá byrjun og það getur verið í stoppiðir. Okay. Sjálfur segist Már eiginlega ekki hlusta mikið á tónlist. Það komið þó stundu fyrir að hann hlusti á hljómsveitina Kvarasi og að sjálfsögðu Eurovision. Már byrjaði að spila á píanó þegar hann var búsettur í Luxemborg, þá 8 ára gamall. Már á því að það sé ekki hægt að kenna fólki að semja lag. Það sé hæfileiki sem sé einfallega til staðar hjá fólki eða ekki. Það ekki hægt að kenna að semja lag, segi ég. Það alveg sumir sem fara á námskeið, en ég myndi halda að það væri bara svona að segja grunninn, já, þú að einbeita þessu og þessu, en það ekki hægt að kenna þér að fá hugmynd, það ekki hægt. Fannstu það strax að þú væri með þennan hæfileika? Það kemur náttúrulega bara allt í ljós, það náttúrulega sumum að þeir hafa þennan hæfileika kannski fyrst, síðan missa þeir hann, kannski hafðu þeir hann en ekki, en fengu hann síðar, kannski hafa hann bara alla ævi. Þetta rapp bara rím, þú aftekar þetta til þín því þú heldur þetta draum sín sem þú vilt bara stá á. Já, stelpinu vilja bara koma til mín, það vilja koma til þín. Því þú vilt bara út í svín á ögunni slím. Já, ég á 50 gerstur því að ég líka langan færstur. Ég plata þær til mín og þær koma til þín. Ó já. 55 gerstur, ég kann þeim lagið því þetta alfagið sem ég fór í. 55 gerstur, ég kann þeim lagið því þetta alfagið sem ég fór í. Hvernig kom þetta upp í hausinn á þér? Þetta? Já. Ég var nú Já, ég var heima bara og leika mér bara, við sem erum á píanó, við stund bara að bulla eitthvað. Og þetta píanistar eiga að geta að bara spilað eitthvað og það hljómar saman, það kallast að spinna. Okay. Og ég var bara eitthvað að fikta. Það fann ég þess að hérna hljóma. Það fann þetta flottu hljómar, ákvað að nota það sem grunninn. Og sem fór ég bara að semja lag með þetta og síðan bætti ég þessu hérna inn seinna og allt svoleiðis. Og það kemur allt bara seinna svona undirhljóð og allt eitthvað svoleiðis. Og þetta alveg ágætlega langt verk hjá þér og svo bætur inn í texta og söng og allt saman. Hvernig, ertu svolítið lengi að semja svona? Þetta hérna tók mig held ég, já, svona 3-4 mánuði, 3 mánuði, kannski. Þú alltaf að bæta ykkur við og fá nýjar hugmyndir? Þetta hérna lag, ég held að þetta lag sé bara komið. Og síðan bara ég bara alltaf að fikta í píanónu og bara sjá hvort að ég fæ ekki aðra hugmynd og ég fæ hann alltaf, oftast. Ertu mikið að semja? Áttu mörg lög? Já, svona þó nokkuð lög, já, kannski svona 8-9 lög. Hann langar að vera í hljómsveit og þá langar hann að halda áfram að semja tónlist. Það rosalega skemmtilegt að semja. Og já, ég var að spila hana fyrir tónlistarskólana minni mig. Var ég að spila með hljómsveit
Það er bara nemendum á skólanum. Las ég samt sem heitir Hugrekki víkingar. Ég var mjög ánægð með það. Vel skemmtilegt. Og það tekist vel til með hljómsveitinni? Mjög vel. Ég var enda langt minnstur. Svona miðað við aldur, hversu góður hljóðfæraleikari er Már? Hann er náttúrulega stórkostlegur, tónlistanemandi. Hljóðfæraleikurinn er alveg glimrandi. Það náttúrulega tekur tíma að æfa sig. Hann þarf að gera það eins og aðri nemendur, hafa heilmikið fyrir þessu. En hann hefur mjög mikla hæfileika, ótvíræða hæfileika. Þetta fer í raun og veru eftir í hvað maður hefur mikinn tíma við hljóðfærið, hvað maður kemst yfir mikið efni. En allt sem hann gerir verður á endanum mjög gott. Og hann hefur svona sjálf sprottna eða náttúrulega tækni sem ég hef ekki skipt mig mikið af. Við höfum jú aðeins reynt svona að spá í núansa og balans eða jafnvægi milli radda og eitt og annað. En hann fer sína leiðir svolítið við að ná hlutunum og mér finnst það bara alveg frábært. Fyrir 7 árum síðan flutti Már með fjölskyldu sinni til Luxemborgar þar sem enga þjónustu var að fá fyrir ungan blindan dreng á Íslandi. Hér á landi var aðeins starfandi einn kennari í hlutastarfi til að kenna blindum börnum. Már sat að mestu aðgerðalaus í skólastofunni frá morgni og fram eftir degi. Foreldrar hans hófu því að leita að löndum hér í kring sem myndu bjóða þjónustu við hæfi. Í Luxemborg var Már lofað góðri þjónustu og þar fengi hann að læra punktaletur og fengi aðra þjónustu við hæfi. Við erum afskaplega þakklátt fyrir það að hafa fengið möguleika á að fara út og veita Má þessa þjónustu sem hann nauðsynlega þurfti til þess að þroskast og styrkjast, og hann lærði þarna allnokkuð mörg tungumál og getur í dag lesið og skrifað punktaletur, og að auki kynntist hann afskaplega traustum píanókennara rússneskum sem kenndi honum að spila á píanó, og við eignuðumst einnig nokkuð mikið af góðum félögum og vinum hann úti, og svo var komin tími á að fara heim eftir 6 ár á okkar mati. Með sundi hjá þér, nú vorum við að tala við tónlistakennarinn og hún segir svona, þú eigir framtíð fyrir þér þar og maður heyrir það sama um sundið. Ertu eitthvað að byrja að spá í þessu, svona með framtíðina, hvort þú eigir að leggja annað hvort fyrir þig? Framtíðina? Já. Leggja hvort ég ætla að velja annað hvort sundið eða skókina? Nei, sundið eða tónlistina? Tónlistina. Ég held að ég verði örugglega bara í svo bæði, því að það er svo rosalega skemmtilegt í sundi. Já. Ég get ekki hætt því, og það er svo rosalega skemmtilegt í tónlist líka, ég get ekki hætt því. Þannig að... Af hverju að hætta eða það er gaman? Já, segi það. Þú ert bara í þessu að því að það er gaman eða ekki? Jú, það er gaman að hef áhuga á þessu. Já. Og sundið, það er svona, færðu ykkur að svona útdrást þar, hvað hefur svona gerið sundið fyrir þig? Sundið? Já. Maður verður alveg frekar sterkur á sundi. Já. Og síðan er það bara gaman, þú ert að reyna að komast hratt áfram í vatninu og svoleiðis, og mér finnst eiginlega bara eðlilegt að Íslendingar séu í sundi. Við erum með allar þessar góðu sundlaugar. Allar þessar góðu sundlaugar, og síðan eru við á eyju. Já. Mjög mikið gömlum, eða svona, við erum eiginlega, Íslandi er svona eiginlega, hvernig að segja, bara sundland eiginlega. Mennin eru alltaf inn í sjó og allt svoleiðis, og ég finnst mér bara sund, henta mér mjög vel og svoleiðis. Og fær ég peðið hérna? Já. Svo fær ég burt? Já, en þetta er ekki alveg að losa þetta öllum áhyggjum. Hvað ertu betri í langsundi? Hvað er besta sundið þitt? Hvað tegundar sundi? Elskriðsund. Þannig út í hraðskreiðsundinu? Já. Og þá er svona, ertu að hugsa eitthvað sérstakt þegar þú ert í sundi? Bara hraðar. Hraðar, bara. Og ertu alltaf að bæta þig? Já, ég myndi segja ég sé mjög mikið að bæta mig. Já, hvað ertu að æfa oft í viku? Ég er á 5 sinnum í viku.
það sem er mikill styrkur hjá Má er að hann unnið sér afskaplega vel þar sem hann er og hann gerir vel það sem hann tekur sér fyrir hendur og það er sérstakt við hann Má er að hann er með skýra framtíðarsýn og hann leggur hart að sér til þess að ná þessum áfanga sem hann vill ná. Hann hefur mikinn áhuga fyrir að mennta sig og hann hefur afskaplega gaman að sundinu og píanóinu og ég er afskaplega stoltur af honum. Nú þarf ég að snúa vörn í sókn einhvern veginn. Hvernig sé ég fyrir að því? Já, hvort ég get gert eitthvað hér. Voru þetta nú ekki mistök? Ég er komin í erfiða stöðu. Ég tek bara þennan. Ekki leið á löngu þar til fréttamaður var hreinlega skák og Má. Vissur af þessum eða var bara svona sástu allt í einu? Þessu menna? Þessu hérna frekar hérna. Þessum? Svo kláraði. Ég vissi á þessum. Sko, það sem hefur að gera það er að setja þennan hérna hingað. Stafur fær utan. Auðvitað. Segi ég. Már fermdist frá ytri Njarðvíkurkirkju nú í vor. Í tilefni fermingardagsins bauð hann vinum og vandamönnum sínum til sérstakra fermingartónleika í Bíósal Dúshúsa. Þar flutti Már bæði frumsamdatónlist og eftir aðra. Þá söng systir hans á tónleikunum og frændur aðstóðu við tónlistarflutningin.